í dag á því að fara yfir svona ýmislegt dót og fyrst af því það sem ég hafði ekki tíma fyrir í seinasta fyrirlestri og ekki beint villumeðhöndlun eins og ég ætla að fara yfir villumeðhöndlun á eftir, heldur þetta það að þegar við erum að vinna með JavaScript þá þetta ekki eins og þegar við erum búin að vinna með HTML og CSS að vafrinn mjög opinn fyrir okkar túlkunum á því hvernig á að skrifa JavaScript eins og við getum skrifað CSS, við getum skrifað vitlaust vitlausan selektor eða vitlaust property og vafrinn bara sætti sig við það og ekkert eitthvað að hann bara, ég veit ekki hvað þetta og heldur áfram. Saman með HTML, við gleymum að opna head eða við lokum head og snemma eða við setjum p inn í head og vafrinn bara ok, ég skil held ég það sem þú ert að meina. En með JavaScript ef við skrifum eitthvað vitlaust þá bara lokað okkur strax, það bara virkar ekki neitt. Og mjög mikla líkur á því að þegar við erum allavega að skrifa á þeim stað sem við erum í dag að skrifa, að við gerum eina villu þá brotnar bara bókstaflega allt og ekkert virkar. Þið hefur líklega lent í því eitthvað núna, þið skrifið vitlaust breytunafn eða skrifið eitthvað vitlaust og þurftu að eyða tími að debugga það. Og þetta eitthvað sem við verðum að hafa í huga náttúrulega bara þegar við erum að skrifa forrit yfir höfuðið. Við viljum skrifa forrit sem eru ekki með villum. En þá höfum við svona tól eins og við fórum aðeins yfir í seinasta tíma, við erum með lintir og svona. En það sem þetta getur líka svona aðeins stærra kontekst sem við þurfum að hafa í huga líka. Það ekki bara það að við séum að skrifa og viljum skrifa eitthvað rétt, heldur viljum við líka að spá í því að þetta getur brotnað á öðruvísi hátt en ef við erum ekki, en við gerum ráð fyrir. Til dæmis hvað gerist við síðan okkar ef við fáum bara ekkert JavaScript og erum við þá að gera ráð fyrir því að JavaScript þurfi til þess að keyra síðan okkar. Og hérna everyone has JavaScript, right, sem svona yfirferð sem að skrifa hérna. Af því það eru mjög margir punktar á leiðinni frá vefþjónunum okkar til notanda þar sem eitthvað getur farið úrskeiðis. Og það ekki bara það að við getum skrifað villu sem að gera það verkum að JavaScript keyri ekki, það getur verið að eitthvað sé að tölvunni hjá viðkomandi, eitthvað sé að networkinu á milli, eitthvað sé að einhverjar af þeim forsendum sem við gefum okkur við það að skrifa vefinn okkar brotni og valdið hann sé þá ónothæfur með öllu eða höfðum við það í huga þegar við vorum að skrifa forritin okkar þannig að allavega notandinn fái einhverja upplifun. Og þá tengt þessu progressive enhancement hugtaki, pælingu, unobtrusive JavaScript og það þetta að aðskilja, alveg sem við erum að aðskilja útlitið frá efni, þá viljum við aðskilja forritið okkar frá efninu líka. Og þetta svona eins og progressive enhancement, við aðskiljum hegðunina, hvað gerist ef ég ít að taka, þá ætlum ég að taka yfir það sem vafrinn gerir og gera eitthvað miklu skemmtilegra. Og við aðskiljum það frá markupinu og eins og við erum búin að sjá, við skiljum eftir okkur sem minnst fótspor. Við viljum ekki vera að skilgreina allan forritakóðun okkar í global scope. Þannig að ef einhver annar kemur inn þá annarkvort skemmum við fyrir honum eða hann skemmir fyrir okkur. Og við viljum athuga hvort virkni sé studd og þá bæta henni við. Og við skoðum þetta í næstu viku þegar við förum við svona HTML5 partinn af JavaScript, það sem eru svona nýir hlutir sem við getum gert. En við viljum sem sagt bæta við hegðun og við viljum virka án hennar. Og þetta svona aftur fyrir út í svona filosófískar pælingar að þá viljum við að við erum með eitthvað form og við viljum gera eins og við erum að gera núna, við ítum okkur takka og þá bætist við dýnamíst án þess að keyra nokkuð forritin að kóða á einhverjum vefþjón, þá birtist einhver texti, en hvað ef að við eitthvað gerist og við getum ekki gert það og þið væri með eitthvað forrit og það væri, ég væri núna að fara að nota forritið eitthvað til þess að glósa eða whatever og ég myndi byrja að skrifa og það eitthvað bila, ég ítum takka og ekkert gerist. Og þá getur það verið út af því að við gerum ráð fyrir því alltaf að JavaScript muni keyra en einhvern hluta vegna það var einhver annar forritari að forrita og hann notaði virkni sem var ekki studd í mínum vafra og hann setti þetta live og ég get ekki notað það og hann gerði bara ráð fyrir því að allir getur notað það og þá brotnar það fyrir einhvern part af notendahópnum. En ef við hugsum í raun
þannig að við viljum láta hlutina virka með JavaScript og án JavaScript, þá værum við með eitthvað kóða á bakendanum. Það er svolítið erfitt að tala þetta nefnilega á þess að vera búin að fara yfir svona bakendaforritun, en þá myndum við ýta á takkan og við myndum submita forminu sem myndum þá fara yfir á vefþjóninn og gera sömu virkni, bæta við einhverju þar sem síðan skilar okkur nýju HTML sem inniheldur þá fyrirsögnin okkar og textan og allt það. En það tekur bara lengri tíma og öll síðan okkar hleðst aftur og svona, í staðan fyrir það að gera það strax eins og við erum að gera það. Og það er eitthvað sem við munum fara yfir í Webforritun 2 ef þið komið og verið með þar. En til þess að byrja með er mjög gott að sleppa því að gera svona, að gera eitthvað on-click í staðinn, til þess að taka yfir einhverja hegðun. Þannig í staðinn fyrir að gera ráð fyrir því að ég geti gert eitthvað handle-click hér, hafa jafnvel ekkert í ahref, að þá finnum við í raun þá finnum við þennan link og við bætum við hann event listener sem tekur við klikkinu og gerir þá eitthvað þessa hegðun. Þannig að án þess að vera búin að setja nokkuð JavaScript inn á síðuna, þá viljum við geta að eitthvað gerist þegar við ýtum hann á takka. Og hérna er nánari pælingar með þessa unobtrusive JavaScript. En í Resilient Web Design er alveg bara næstu 2 kaflar sem fara bara fara yfir þetta. Og þá er þetta sú leið sem að Jeremy Keith er búin að agitera fyrir þar, að við finnum þá hvað er core functionalityð í webnum okkar, og þetta kemur þá aftur í það þegar við vorum að fara yfir mobile first, hvað er verkefnið sem verið að leysa. Gerum það aðgengilegt með einföldustu tækni mögulegri, sem þá jafnvel bara HTML. Og svo bætum við það CSS, og þá förum við þetta enhance-skref. Þannig við byrjum að því að finna hvað er að minnsta sem við getum gert, og svo bætum við á það. Bætum á það útliti, bætum á það virkni, bætum á það flóknari virkni og enn flóknari virkni og svo framvegis. Þannig að það er þessi progressive enhancement. Og ég er búin að vera að gera svona í mörg ár, og það er alltaf rekst með reglulega fólk sem finnst þetta sé annarkvort eða. Annarkvort ertu að gera eitthvað svona progressive enhancement og þá máttu varla nota JavaScript. En það er ekki þannig, þú mátt nota eins mikið JavaScript þú vilt bara að hlutirnir þeir virki og þeir verði progressively betri, verði betri og betri og betri. Ekki þannig að við setjumst niður og við segjum allir eru með JavaScript, allir eru með nýjasta vafran, allir eru með ljósleiðartengingu, allir eru á MacBook Pro og það er byrjunarstæðurinn. Heldur er þetta, við byrjum lítið og vöxum. Ok, þetta var síðan, tók hann fyrir í Resilient Web Design. Þetta var útgáfa af NASA sem fór í loftið, sem virkaði svona ef að JavaScriptið klikkaði. Og það var í einhver tíma sem það klikkaði og þá var þetta það sem að fólk fékk þegar það fór inn á nasa.gov, sem er í raun frekar slæmt. Og Boston Globe, sem var fyrsti svona responsive vefurinn sem fór út og var mjög tæknilega flókin á þeim tíma og virkaði samt sem áður í öllum þeim tækjum sem voru til á þeim tíma, BlackBerry til dæmis sem var stórt þá. En þar var einmitt fyrsta sem var í allri virkni sem var sett var það ég verð að geta lesið fréttirnar. Þetta er fréttavefur og það er aðalverkefni þessa vefs. Ef ég fer inn á vefinn og ég get ekki lesið fréttirnar út af því að leitarstikan uppi er brotinn og það stoppar alla vefsíðuna, þá erum við ekki að gera þetta rétt. Þannig að, já, þetta var svona smá detour og það var aftur villumeðhöld, en núna actually villur, svona villur. En JavaScript hefur stuðning við try-catch og exceptions eins og eru í Java, því að við kannski séð það eins. Þær eru samt öðruvísi, töluvert öðruvísi. Við erum ekki með svona checked exceptions, við erum ekki með þannig að ef við erum að kalla eitthvað kóða sem að kallar villum, þá verðum við að gera try-catch utanum hann. Heldur getum við sett try-catch utanum kóðablokkir og ef að sá kóði sem er innan þeirra kastar villum, sem notar throw, þá getum við gripið villurnar og gert eitthvað í þeim. En að kasta villu, þá notum við í raun syntaxin sem er throw
og við getum notað error sem innbyggðan hlut til þess að búa til villu og þessi villa hérna mun þá hafa skilabúðin villa og hún mun innihalda líka stack trace með þeim villum sem að stack trace er satt hvar átti þessi villa sér stað og hvernig komst hún til okkar. Þannig að ef við erum með try-catch í falli sem kallar í fall sem kastar villu, þá fáum við í raun, það var fall sem kallaði þessu og svo fallið okkar. Og þið hafið séð dæmi svona stack trace af því að ef að þið gerið einhverja villur, þá fáið þið hérna í konsolið villuna og þá fáið þið stundum stack trace sem þá hérna sem kemur fyrir neðan í einhverju ákveðnu falli, í einhverju ákveðnu falli, í einhverju ákveðnu skjali. Þannig að hér dæmið það þegar við kostum villu og gerum ekki neitt í því, þá hérna einhver kóði sem við keyrum og hann kastar villu. Hann gerir hérna throw villa, hann ætlum að vera error hérna og þá munurinn með það að setja error, þá fáum við hérna stack traceið. Sem sagt, án stack trace þá fáum við bara gildið, með error utan þetta þá fáum við hérna stack traceið. Þannig að throw errors fallið í línu 11 kallaði í hérna í línu 14 kastaði þessari villu. Þá getum við farið hér og séð í raun hvernig þetta gerist. Svo getum við líka, ef við erum að vinna með kóða sem þó orðinn stærri en þetta, sem kastar einhverjum villum, þá getum við gert hérna pause on exceptions. Þá getum við keyrt debuggerinn og þá stoppar debuggerinn þegar að hann keyslu umhverfið sér að það verið að fara að kasta villu. Þannig að þá sjáum við hérna, hér verið að fara að kasta villu, post on exception, error villa og þá getum við séð hérna call stackinn og þá getum við farið og ýtt á þetta til þess að finna í raun hvað þetta Og þegar þið farið að vinna með flóknari JavaScript forrit, þá getur þessi call stack orðið töluvert fleiri færslur en þessar hérna tvær, af því að þá þetta fall sem kallað fall, sem kallað fall, sem kallað fall. Og þannig að hér erum við með einhverju villu og þegar hún kemur upp þá hættir forritið keyslu. Það keyrir aldrei þessa hérna línu sem á eftir fallinu sem kastar villunni. Þannig að það svona eitt af því sem gott við það að grípa villurnar að við getum látið forritið okkar keyra þó það komi upp. Og þá notum við þetta catch. Þá í staðinn fyrir að hún fljóti alla leið upp, hér flýtur hún alla leið upp í raun bara vafran. Vafrinn sér það og grípana, lætur okkur vita í konsól hvað gerðist, en í raun vafrinn veit ekkert hvernig á að eiga við forritið okkar eða hvort það geti haldið áfram að keyra, þannig að hann bara hættir að keyra. En ef við grípum með try-catch, þá getum við í raun gert eitthvað í því. Þá getum við segja, hei, þessi vill í lagi, þetta eitthvað sem við vitum að getur gerst, og við höldum áfram og við getum recoverað svona eða hinsegin. Og þá ef við bætum catch við þetta, þá verður þetta þannig að við setjum try utanum þann kóða sem getur kasta villu og setjum catch sem að þá keyrir ef að villa kemur upp. Og catch tekur þá inn hérna eina breytu sem sem þá exceptionið sem var til í þeim kóða sem hér og við getum gert eitthvað við það, við getum skoðað hlutinn, við getum keyrt forritsbúta, við getum gert eitthvað og svo höldum við áfram hérna og keysla heldur áfram. Þannig að þá kemur hérna greip villu, villa, sem þá bara þessi villa hérna og ef við bætum þessu við, þá fáum við líka stack trace hér og svo að því að við erum búin að grípa og við erum búin að höndla þessa villu, þá heldur forritið áfram að keyra hérna fyrir neðan. Síðan getum við bætt við auka svona blokk fyrir neðan try-catch sem heitir finally og hún mun keyra hvort sem við grípum villu eða ekki. Það ekki neitt sérstaklega mörg tilvik í kóða sem við skrifum svona framenda þar sem við þurfum að nota þetta, en í kóða sem við þurfum að nota note eða þegar það gerir eitthvað sem þarf að lesa einhverja skrár og þetta á við í Java líka, þá
opnum við skrárnar og þá fáum við svona handúl á skrána. Við þurfum að biðja stýrikerfið það að við megum opna þessa skrá og svo þegar við erum búin að vinna með hana þá þurfum við að losa þetta þannig að við hættum í raun að halda skránni opinni. Og með Finally þá getum við nota það, hérna vantar Finally fyrir aftan, til þess að sleppa skránni alltaf eða loka einhverjum tengingum við gagnagrunna eða einhvern veginn taka til eftir okkur. Og Finally lítur þá svona út hérna, þannig að hér erum við komið með eitthvað fall sem kastar villu í eitthvað cirka helmingsskipta sem kallað á það og þá ef að það kastar villu þá keyrum við kóðan hérna í cats en við munum alltaf keyra kóðan hérna í Finally. Þannig að ef við keyrum það upp þá fáum við hérna greip villu villa. Ég keyri alltaf, þannig kom ekki upp villa. Þarna kom upp villa, þannig að þetta er kóðu sem keyrir alltaf. En oftast erum við að fá villur þegar að eitthvað kastar þeim og þá eru nokkrar innbyggðar villur sem að JavaScript skilgreinir sem að koma upp og til dæmis type error þegar að gildi ekki af þeirri tegund sem við gerum ráð fyrir eða reference error sem svona algengasta sem við sjáum er þegar við erum að reyna að nota eitthvað sem er ekki til. Þá getur við lent í því ef við erum að reyna að segja eitthvað document punktur eitthvað element eða element punktur eitthvað og element er null og þið haldið að það sé element þá kallið því element punktur append child og það er ekki til, þá fáið þið reference error. Og þær eru nokkuð margar sem hægt að fá hérna og á MDN er listi yfir þær og þegar þið lendið í þeim þá getið þið flettið upp og sé hvað þær eru að segja ykkur. En svo getum við líka athuga hvaða villa er að koma upp með því að nota instance of sem við skoðum aðeins síðan í næsta mánudag. En þá erum við farin að skoða í raun hvernig instance af hvaða hlut, object er þessi villa. Þannig ef hún er type error þá ætlum við að skrifa út type error, ef hún er reference error þá ætlum við að skrifa út reference error. Og þá getum við nota þetta hérna til þess að keyra hérna. Þá erum við að skila null í helmingstilfella og annars skilum við object sem á sér s sem á sér strengin hello. Þannig að þegar við köllum hérna í strengin fáum tilbaka result, höldum við, stundum fáum við null, þá skrifum við út, þá segjum við að string sé result s og svo skilum við út hérna substring af s sem tekur þá fyrsta stafinn í burtu. En síðan ef við fáum upp villu þá segjum við hérna, við grípum hana og svo segjum við hvort er þetta type error eða reference error. Og hérna er það type error, cannot read property s of null. Og hérna fáum við reference error, s is not defined. Þegar þá erum við að reyna að kalla í þetta hérna null og við kallum í s of null er ekki til, þannig að við fáum reference error. En ef það er til og þá er type error hérna, já öfugt. Type error þegar við erum að reyna að lesa s af null en annars að það er ekki, s er ekki defined, þegar það kemur að null í grunninn. Þannig að þetta eru villur og þegar við notum þetta þá notum við þetta oft þegar við erum að nota kóða frá öðrum, þannig að við erum með eitthvað fall sem kemur úr einhverju library og við erum að nota það eða við erum að gera eitthvað svona eins og við munum fara að gera að kalla í vefþjónustur sem að hugsanlega getur verið niðri eða getur kastað einhverju villum eða getur verið ekki með einhver gögn eða eitthvað svoleiðis og við getum varist þeim villum til svona reference villum en það er samt auðvelt að gleypa villur með því að setja bara try catch utanum allt og svo gerum við óvart stafsetningavillu inn í þar eða skrifum hérna vísum villust í breytu eitthvað og þá gleypir allt í einu catch blokki neðist allar þar villu sem við setjum
sem við gerum ávart. Þannig að við reynum að setja try-cuts utan eins fáa línur og við getum. Þannig að hérna erum við með try-cuts utan stóra blokk af kóða og ef að við gerum eitthvað hérna eins og við myndum ekki setja punkt hérna eða við köllum ávart í einhverja breytu eitthvað vitlaust, þá getum við farið að éta þá villu upp. Þannig að allavega, try-cuts, ekkert svaklega mikið notað, en samt notað og við munum, held ég, ekkert sérstaklega þurfa að nota nema kannski í næsta, eða í stærra verkefninu, þá mun ég láta ykkur sérstaklega vita. Þið þurfið ekki til þess að nota í næsta verkefni, þið getur notað í raun aðra leiðir sem við munum skoða eftir til þess að eiga við villur þar. En ok, annað sem er svolítið skemmtilegt og nytsamlegt í JavaScript er að geta nota svona regular expressions eða reglulegar segðir. Og við, ef þið munið eftir því þegar við vorum hérna að brasa í fyrstu tímunum að vinna með HTML og ég var að nota hérna ritilinn til þess að finna eitthvað hérna ákveðið með þessu hér og þá kveiktum við hérna á regular expressions eða regex hérna niðri með íta þannig hérna að taka og þá getum við skrifað inn svona einhverju svona eitthvað svona sem að fann eitthvað ákveðið á síðunni eins og hérna erum við að finna tölur á síðunni og þá þetta svona reglulegar segðir og þær eru mjög kraftmiklar og þær eru líka mjög flóknar og þær geta oft verið mjög óskiljanlegar og það er í raun alveg sér kapítuli að fara að læra að skrifa regular expressions og lesa úr þeim og svona, þannig ég ætla ekki að fara neitt djúpt í það, ég ætla bara að nefna hvernig við getum notað þetta í JavaScript og svona aðeins eitthvað svona sem er þægilegt að nota. En í 9. kafli í Eloquent JavaScript fer aðeins dýpra en ekkert samt neitt rosalega djúpt, það er hægt að fara rosalega djúpt, það eru heilu bækurnar þetta, ef þið viljið skoða. Já, en við skoðum nokkur dæmi sem geta verið handtæk. Og ef þið haldið þið þurfa að nota regular expressions þá þurfum við svona aðeins að tjekka ykkur og athuga hvort það sé ekki til betri leið og ef þið finnið enga betri leið þá skulum við gera aftur og ef þið finnið ekkert þá getið nota regular expressions. Þetta er mjög frægt quote hérna regular expressions. Some people when confronted with a problem think I know, I'll use regular expressions. Now they have two problems. Af því að í held ég öllum þeim tilvikum sem ég skrifa eitthvað flókna lausn sem nota regular expressions þá kem ég aftur að þeirri lausn daginn eftir eða viku seinna eða mánuði seinna og ég veit ekki hverju gangi. En við skilgreinum þetta reglulega segðir í JavaScript með new regexp og þá segjum við hérna strengur sem er segðin og svo einhver flögg eða að við notum svona forwards hérna framhallandi svona forward slash og segðina og forward slash og flöggin. Þetta er svona það sem maður sér yfirleitt en stundum þurfum við að nota þetta hér og segðin hérna er þá þessi reglulega segð og flags er strengur sem stillir hvernig hún hegðar sér og segðin er skrifuð í þessu máli sem skilgreinir reglulega segðir og það er í raun, þessi segð myndar stöðuvél sem að í raun keyrir og fer yfir það sem við erum að leita að og þetta er mjög flókið og ég held ég eftir að fá skilgreina svona formlega, svona stöðuvélar seinna í náminu en þetta er svona dæmi reglulega segð. Við sjáum að þetta lítur mjög skemmtilega út. En þessi segð segir fyndu streng sem byrjar á 1 eða 2 tölum og eftir þessum tölum þá fylgir einhver strengur sem gæti verið tómi strengurinn og síðan endar hann nákvæmlega á stóru A og stóru C eða stóru A, stóru B og stóru C. Þannig að þetta hérna mun finna nákvæmlega það. Þannig að ef við skoðum svona aðeins hagnýta hluti þá þarna, við sáum, svona goggur hann skilgreinir það að það sé í raun byrjun strengs. Þannig að við segjum goggur og svo eitthvað þá segir við finnum strengi sem byrja nákvæmlega á því.
og á sama skapi dollarmerki segir þá endi strengs. Strengurinn verður að enda á einhverju. Við getum notað svona brackets til þess að skilgreina bil. Þá sér í lagi 0 til 9 fyrir alla tölur eða A til Z fyrir alla lágstafi í ASCII. Þetta mun ekki taka íslenska stafi af því að staðallinn skilgreindur fyrir í raun ASCII stafi og við þurfum að gera annað til þess að fá Unicode stafi. Síðan getum við verið með \s til þess að fá alla white space karaktera sem eru þá bil eða tab eða nýlína. Við getum notað plus til þess að fá einu sinni eða oftar eitthvað. Þannig að við getum sagt punktur, já punktur er sagt eitthvað, það er bara hvað sem er, eitt stafur og þá er þetta hérna eitt stafur en að minnstakosti einu sinni. Svo stjarna er þá að minnstakosti 0 sinnum, þannig að 0 sinnum eða oftar. Og svo innan svona bracketa þá getum við sagt frá n og upp í m sinnum. 1,2 einu sinni eða tvisvar, 1,3 einu sinni, tvisvar eða þrisvar. Og spurningamerki gæti verið eða ekki. Spurningamerki A gæti komið fyrir strengnum eða ekki. Síðan erum við með þessi flögg og það sem er oftast notað er G sem þýðir global, sem þýðir að við munum ekki stoppa við fyrstu niðurstöðuna sem passa við reikningssögu okkar, heldur að það finna öll tilvik sem passa við reikningssögu okkar. Ignore case, þetta skiptir ekki máli hvort við sjáum litla eða stóra stafi, hvort sem við skilgreinum það við sæðin okkar eða í textunum sem við erum að leita í. Og M fyrir multiline sem er þá að hattur og dollarmerki virka á milli lína. Og svo eru fleiri flögg sem eru skilgreind, þetta er svona það sem við notum oft. Svo þegar við notum þetta, við erum búin að skrifa einhverja sæðir í JavaScript og við ætlum að nota þær, þá höfum við föll sem sagt bæði á þá regex hlutnum sem við skilgreinum hérna með new regex eða forward/. Þá getum við sett honum streng og spurt passar þessi strengur við þig, kæra sæð. Þá fáum við annarkvort true eða false eða við getum keyrt exec sem keyrir sæðina á einhvern streng og skila niðurstöðum en við getum sem sagt skilgreint hópa innan sviga sem við getum síðan dregið út úr strengjunum. Þetta farið að vera mjög flókið. Svo getum við snúið þessu við getum spurt streng hvort hann passi við einhverja reglulega sæð og við getum, það sem við notum oftast reglulega sæðir í JavaScript er þegar við erum að skipta einhverju út í strengjum. Þannig að þá getum við notað string replace, þá tekur það inn fyrst reglulega sæð og síðan nýja strengjum sem á að skipta út fyrir það sem við finnum. Og þetta er í raun svipað og við vorum að nota í Atom þegar við vorum að eiga við textun okkar til þess að gera eitthvað svona eiga við HTML-ið. Já, þetta er ekki basically find replace, en þetta er í raun, segjum að þú væri með texta sem inniheldur 1 punktur, eitthvað, 2 punktur, eitthvað, þú veist með einhvern lista af einhverjum hlutum og þú vilt breyta því öllu í stjarna, þegar þú vilt hafa bara svona unordered list. Þá getur í raun búið til sæðina sem er bara bracket opnast, 0, bandstrik, 9, bracket lokast, punktur, eða \/ punktur, þú vilt escape á punktin, og þá getur þú skiptið út fyrir allt fyrir nýja. Þannig að þegar þú ert með strengi sem eru ekki bara foo, heldur er það foo eða foos eða foobar og þú vilt finna þá alla og gera eitthvað við það. En þannig að hérna er einmitt foobar dæmi, þannig að við getum búið hérna til mjög einfalda sæð sem er bara strengurinn foo og ef við keyrum þetta, sem sagt, búum hérna til sæðina foo, þannig að þá fáum við bara hérna tilbaka reglu expression. Þetta er það sama að gera new regex foo og við spurjum, er foo innihaldinn í strengnum foobar bars? Já, hann er það. En ef við fjarlægjum hérna bar, breytum þessu í bar, er bar innihaldinn í þessum texta? Nei, hann er það ekki. Og svo getum við sagt, er foo
einhver stafur bil í þessum streng, já, einhver stafur B, já, einhver stafur C, nei, þannig að þá getum við séð hérna að við getum búið til segðir út frá því sem við erum að vera og það er þessum flækjan kemur þegar við erum með, já, það gæti svolítið verið B, það gæti verið C, það gæti verið D, E en ekki F og þá fyrir þetta að verða flóknara. Svo getum við nota hérna búið til flóknari segð. Svo að hún finnur hérna quick, eitthvað newline, hérna white space karakter, brown innan sviga, einhvern fjölda af stöfum eða ekki og jumps og finnur öll tilveg á óháð case insensitive. Svo við keyrum þetta á hérna þennan streng ekki þetta, þennan streng. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Þá finnum við hérna quick brown fox jumps. Þetta er svo allt sem fannst. Það fannst quick, það fannst brown, það fannst jumps. Svo fáum við hérna hvert tilvik af því þar sem þetta fannst og index 4 já, þá fáum við þennan mattslut tilbaka sem segir okkur hvað fannst. Þannig að ef við værum með eitthvað annað, kannski einhvern streng sem er svona, þá finnst þetta ekki, því að við sögðum að það yrði að finnast brown. Við sögðum að það þyrfti ekki að finnast, þau þurfa allir að finnast, þannig að við getum verið með aðra strengi og unni með það. Ok, næsta dæmi. Þá snúum við á haus og við fáum strengin en mötsum hann við regular expression okkar, þannig að í staðan fyrir að vera með búa til og kalla á exec, þá erum við með strengin og kallum á match. Og svo replace hérna. Þannig að nú ætlum við að skipta út öllu tilvikum af foo fyrir lol. Þá fáum við, og ef við sleppum því að vera með G-flaggi hérna, þá gerum við þetta bara einu sinni, því að þá finnum við bara fyrsta tilvik og skiptum því út þar. Og aðeins flóknari, ekkert flóknari heldur svona bara meira relevant dæmi, eitthvað sem við gætum actually gert, er það að fá einhvern streng sem er með hann er svona skítugur af einhverjum fullt af einhverjum newline og einhverju rusli sem við viljum ekki og við viljum skipta því út fyrir bara eitt bil. Og þá getum við sagt hérna finn þið öll newline sem eru fleiri en eitt tilvik af og skipta því út bara fyrir bil. Þannig að þá fáum við inn hérna einhvern streng með einhverju rusli og fáum út hreinan streng með bara stökum bilum. En þetta reglulega segir kraftmiklar, skemmtilegar, en geta orðið mjög flóknar og leiðilegar. Svo erum við með date, en það er hlutur sem að leyfir okkur að vinna með dagsetningar í JavaScript og það er bara hvernig sem við viljum gera eitthvað, reikna eitthvað út, hvenær eitthvað er að fara að gerast í tíma, þá notum við date og hann byggir sér þetta á fjölda millisökunda sem eru liðnar síðan Unix epoch er að kalla þessi dagsetning, fyrsta 1970, fyrsta 0. sekundan á þeim degi og við skilgjörum það með new date, þannig að þá fáum við dagsetningu og við getum sendt inn eitthvað til þess að skilgjörna nákvæmlega einhverja dagsetningu en núna er A í raun þetta, þá sá tími sem að ég kallaði í breytuna sem er þá 1538 ef ég geri new date ef ég geri það með einhverjum ákveðnum breytum hérna árið 2020 0, þetta er fyrsti mánuðurinn af því að mánuður byrja á 0 fyrsti dagurinn á miðnætti þá fæ ég það er 1. janúar, það er miðvikudagur 1. janúar 2020 og svo getum við reiknað með
deilhlutum, við getum lagt það saman til að sjá, hey, hvað er langt þangað til eitthvað ef við vitum, hey, hvað eru 6 klukkutímar frá og með núna, hvað er þá klukkan og dagurinn þá, hvað er langt í þetta, dreifum við einhverju dagsetningu frá annarri dagsetningu og svo getum við nota get og set til að eiga við þá hluti sem við erum búin að skilgreina, þannig við getum gert get year og set year. Hér er dæmi sem reiknar út hvað er langt í lokaprófið. Það eru 65.000 mínútur eða 1097 klukkutímar eða 45 dagar. Og það fer fram föstudaginn 15. desember. Þá sjáum við hvernig þá erum við með hérna í raun dagsetninguna núna, tökum við snapshot af henni. Við erum með 15. desember 2017 klukkan 9 og við finnum muninn þarna á sem er bara núna, sem er dagsetningi sem við erum að leita eftir, mínus núna. Ef við fáum tölu sem er stærri en 0, þá er þessi dagsetning ekki liðin. Þannig að þá getum við sagt hérna, heyrðu, munurinn, hann er í raun fáum við í millisekundum, þannig að við deilum með millisekundu, það eru 1000 millisekundur í 1 sekundu og það eru 60 sekundur í 1 mínútu og það eru 60 mínútur í 1 klukkstund, þannig að þá getum við bara notað deilingu hérna til að finna út þessar tölur. Og annars, ef við fáum mínustölu, þá vitum við erum komin fram yfir þessa dagsetningu. Þá er lokaprófið annaðhvort í gangi eða líklegast er það bara verið lokið. Svo aðeins að föllum, rjúkum í gegnum þetta til að klára hérna áður fyrir mig yfir í HTTP og tökum sem í pásu fyrst. En variatic föll, þau eru til staðar í áskrift. Það eru föll sem getur tekið inn óskilgreindan fjölda af færibreytum eða argumentum. Þá höfum við aðgang að svona arguments hlut sem heldur utan allar þær færslur sem voru sendar inn í fallið, en þær eru samt ekki fylki að því leyti að þær hafa ekki þær aðferðir sem að fylki hafa eins og slice eða index of eða pop og push, en við getum samt ídrað yfir þau til að finna hvað er í gangi. Og dæmi þetta er þá að við getum búið til svona almennt meðaltalsfall. Við sjáum að það tekur ekkert inn hérna neinar breytur inn í sig þetta fall, en hins vegar notar það þetta argumentsfylki til þess að hlaupa yfir öll argument sem koma inn í fallið og summerar upp þá þeim tölum og deilir síðan í þær með lengdinni á fylkinu til þess að fá út meðaltal. Þannig ef við skilgreinum þetta fall, þá getum við kallað hérna í 1, 2, 3 og fáum út 2 af því að 6 deilt með 3 eru 2 og svo getum við gert enn meira af einhverjum tölum og það skiptir ekki máli þegar við munum alltaf ídra yfir þær með þessum hérna gegnum hennan argumenthlut. Svo getum við líka skilgreind í jáskrift innri föll, en það eru föll inn í föllum og þá hafa þau föll eru aðeins aðgengileg þeim föllum sem skilgreina þau. Þannig að ef ég er fall og ég skilgreini innra fall, þá hef ég aðgang að því, en ég hef ekki aðgang að innra falli þess fall. Og allir sem fyrir utan hafa ekki aðgang að innri falla sem eru skilgreind þar. En innri föllin, þau geta horft út fyrir sig og þau hafa aðgang að því sem er í skópi ytra fallsins. Og þegar við höfum þetta, þá fáum við hlut sem kallast closures eða lokanir og þá mynda þessi innri föll lokun það umhverfi sem er í ytra falli þess þegar það er búið til. Og það skiptir þá ekki máli hvort að þessi búið að kalli þetta fall sem bjóða til, það mun alltaf hafa aðgang að því umhverfi sem var til þar. Þannig að við getum búið til svona föll í jáskrift. Það sem er hérna, þetta fall býr til fall sem leggur einhverja tölu
við aðra tölu sem er gefin í innra fallinu. Þannig að hér erum við með ytra fallið make adder sem tekur inn x og það skilar falli, innra falli, það er skilgreint hérna, innra fallið, því er skilað, það hefur aðgang að þessu x-i svo lengi sem það er til. Þó svo að það sem kallaði þetta make adder fall einhvern mann, löngu seinna síðan er það notað, þá er samt x-ið sem var notað þegar það var búið til, það er ennþá til staðar og við getum notað það. Þannig að ef við köllum í þetta, búum til hérna add2 sem er make adder 2, þá fáum við fall sem leggur 2 við einhverju hluti. Þannig að við getum add2, köllum í það með 5 og fáum út 7. Þannig að þá er í raun þessi 2 sem við sendum inn hérna er bundinn við fallið sem er skilað. Og þetta er afskaplega kraftmikið dæmi og við munum skoða aðeins nánar þegar við förum í svona fallaforritun. En scope og closures þýðir það að við getum gert eitthvað svona. Við getum búið til fall sem er með innra fall og það hefur hérna aðgang að x-inu hérna, þessu hérna x-i og hérna skilgreinum við eitthvað ypsilon og við höfum aðgang á því í þessu hérna og hérna erum við með eitthvað zeta og við höfum aðgang á því hér og svo getum við lagt þetta allt saman. Þá förum við upp skópið, finnum hérna x er 1, ypsilon er 2, zeta er 3 og eitthvað c hér sem er sett áfram hér. Þannig að við fáum 1 + 2 + 3 + 6 og svo eitthvað a hérna sem er síðan sendt inn í fallið. Þannig að þá kemur a hér, það er ekkert notað. Jú, það er notað hérna, það skilar í raun. Ok, þannig að við sendum inn 10 hér, það kemur 10 hérna inn í a. Svo skilar fallið hérna sem skilar inner fallinu með a, sem er þá 10. Við förum hér í function inner með 10 og við skilgreinum ypsilon og við köllum í það hérna 10 með inner og við fáum inner með c jafnt 10 og leggjum saman þær breytur sem að fara hérna upp skópið og fáum í lokin út 16. Mjög lélegt dæmi en ætti að skilgreina eitthvað hvernig þetta skóp virkar hérna milli falla. Síðan að lokum, hoisting er hlutur í JavaScript sem maður getur valdið skemmtilegum böggum en það er þegar við erum með breytur og við skilgreinum þeim með var og við gefum þeim gildi í innan falls þá er skilgreiningum ýtt efst í skópið. Þeim er hoistað upp. Þannig að það þýðir að ef við erum með þetta hérna dæmi og við erum með eitthvað fú hérna í ytri skóp við þetta hérna innra skóp í þessu hérna falli þá höldum við jafnvel að ef við myndum gera hérna console.log foo þá myndum við fá 1. En það gerist ekki út af því að við skilgreinum í þessu skópi aðra breytu sem heitir foo og þeirri skilgreiningu er hoistað upp þannig að þetta er í raun og veru túlkað svona. Skilgreiningunni á foo er hoistað upp og foo er þá undefined þar. Þá köllum við í console.log hérna foo og fáum undefined. Síðan gefum við foo gildi og síðan köllum við í console.log foo og fáum þá út 2. Þetta meikar ekkert mikið sens þarna en það dæmi sem að maður brennir sig oftast á er þegar að við erum með einhvern lista af einhverjum hlutum. Við erum með einhverja linka eða við erum með eitthvað sem að við þurfum að ídra yfir og við ætlum að bæta við þeim einhverjum eventlistinum. Hérna erum við með eitthvað 1, 2, 3, 4 og við ætlum að láta hérna ef við íta á 1 þá gerist eitthvað. Ef við íta á 2 þá gerist eitthvað og það sem á að gerast í raun bara að prenta út númer hvað þetta lið er. Þetta var að vera hérna i + 1 þetta. Ok, þannig að það sem við ætlum að gera hérna við finnum öll liðin á síðunni og við fáum tilbaka hérna fylki af þessum liðum console.log lis
Þá fáum við hérna öll þessi li. Svo ýtrum við gegnum þau. Þannig að við segjum frá 0. staki upp í 3. eða 4. stakið. Þá ætlum við að segja lis í event listener click console log li númer þetta. Þannig að við myndum gera ráð fyrir að ýta á fyrsta lið, þá fái ég 1, 2, 3 og svo 4. En það sem gerist að við fáum lið númer 5, lið númer 5, lið númer 5, lið númer 5. Þannig að það sem að þetta hérna í raun gert að skilgreiningunni sem við erum að nota í lúpunni hoistað hérna upp. Þannig að þetta í raun túlkað svona. Sem þýðir þá að það er búið að búa til lokun hérna. Þegar við sjáum, þetta innra fall hérna. Þetta nafnlausa fall sem bundið við eventin innra fall í bara ysta skópnu. Og það myndar lokun yfir I. En I skilgreind hér. Þannig að I mun alltaf vera seinasta stakið sem í lúpunni. Sem þá bara I jafnt og 4. Þannig að þess vegna fáum við alltaf 5. En við getum lagað þetta með svona iffy sem býr til annað skóp og sendir ið inn. Þá rjúfum við í raun þetta hoist, þá skilgreinum við var I hér, þá hoistum við í innan þessa skóps en ekki ytri skópsins. Þannig að þá fáum við þá hegðun sem við gerum ráð fyrir. Þannig að ég ýta á, þá fæ ég lið númer 5. Lögum þetta hérna, svona. Lið númer 5 og lið númer 1. 2, 3 og 4. Þannig að þetta þegar þið farið að gera eitthvað að ýtra yfir einhverja hluti og binda við á eventleysinguna, þá eftir að lenda einhverjum vandræðum, þá munið hoisting. Það vesen. En tökum núna pásu til 4.